Komið öll sömul sæl og blessuð. Nú ætla ég að fara af stað með stuttar hugleiðslur sem ég seti inn á YouTube, miðlun og heilun. Og hugleiðslurnar eru út frá háspilunum eða trompunum í tarotspilunum. Háspilin í tarotinu eru 22 af annars 78 spilum alls og þau eru talin lýsa andlegu ástandi og lífsferli manns sálarinnar, þroska hennar alveg frá fæðingu til dauða. Háspilin byrja á 0, þau eru númeruð frá 0 og upp í 21. Þetta fyrsta spil hérna, 0, heitir Fíflið og ferlið byrjar á þessu spili og endar síðan hérna á alheiminum eða veröldinni sem er númer 21. Og síðan þegar að orka þessa spils er liðin hjá og tekur við nýtt ferli aftur með fíflinu. Þannig að í raun og veru er hægt að lesa trompin 22 sem einhvers konar hringferli á sama hátt og okkar lífsferli er að því gefnu að við trúum því að við fæðumst aftur. Það er að segja þegar við ljúkum jarðvistinni þá væntanlega hér með alheiminum og þá byrjum við nýja jarðvist aftur hér. Þannig að svona er ferlið. Trompin sem eru á milli 0 og 21, þau lýsa þeim verkefnum sem við tökumst á við á lífsleiðinni. Þau geta lýst líka bara aðstæðum sem við erum í eða þá orku sem við erum að takast á við líka. Eða sem sálin tekst á við, réttara sagt. Þannig að það er svolítið langt og strangt ferli stundum og að auki að tákna fæðingu allt til dauða, þá tákna þessi 22 spil líka ferilinn á ýmsum tímabilum í lífi okkar. Svona skeiðum sem við göngum í gegnum og hvert og eitt spil táknar þá ákveðna orku, ákveðin hlut sem á sér stað í því ferli. Þetta hljómar kannski flókið en er það í raun og veru ekki. Háspilin tákna æðri hvatir okkar, ef að svo má segja. Ef að við myndum segja að líkamlega hvatir væru lægri hvatir. Þau ganga út frá því að við séum fyrst og fremst andlegar verur og að við séum að takast á við verkefni í jarðneskum líkama eða jarðneskum aðstæðum. Það er svona megin innihaldið í spilunum og það að þau séu partur af öllum stokknum sem eru 78 spil. Það er mjög mikilvægt. Þetta er svona sirka tæplega 1/3 af spilunum og það er mjög mikilvægt að hafa þennan andlega part með og í svona ríkum mæli til þess að við erum minnt á og gleymum ekki að við erum fyrst og fremst sál og andlegar verur. En hugleiðslurnar verða byggðar út frá einu spili í einu og ég ætla að nota 2 gerðir af spilum, þessi sem eru hér á borðinu. Þetta eru vel þekktir stokkar fyrir ykkur sem þekkir tarotspil.
Það eru spil Aleister Crowleys og síðan spil sem heiti yfirleitt Rider-Waite eða Rider-Waite Smith, eins og þau eru kölluð. Það skiptir ekki öllu máli, bara svona til að láta það fljóta með og ég byrja á tunglinu, byrja á fíflinu. Af hverju sagði ég tunglinu? Tunglið vissulega eitt af háspilunum en ég byrja á fíflinu og enda síðan á umrædda alheiminum hérna. Ég veit ekki nákvæmlega hvað mér tekst að setja inn margar hugleiðslur á viku en það verður bara komið í ljós og eitthvað af þeim setja kannski inn á Facebook síðuna mína líka. Annars verðið þið bara að fylgjast með. Þið geti líka gerst áskrifendur á YouTube síðunni eins og hinir 43 áskrifendurnir mínir hafa gert. Ég er þeim óendanlega þakklátt fyrir það. Það er alltaf gaman að vita að fólk hafi áhuga á því sem maður er að gera. Ef þið eru áskrifendur þá sem sagt eru þið alltaf skilst mér látið vita þegar að kemur nýtt myndband eða eitthvað slíkt. Annars verða myndböndin öll inn á YouTube-rásinni þannig að þið geti alltaf nálgast þau. Og ég ætla að reyna að gera þetta þannig að það er ekki nauðsynlegt að þetta verði allt í réttri röð. Að við byrjum á 0 og förum síðan í spil númer 1 og 2. Ég ætla að reyna að gera þetta þannig að hver spil verði líka sjálfstætt. Já, þá held ég sé búin að segja allt sem ég ætlaði að koma á framfæri. Og þá hlakka ég bara til að leyfa ykkur að hlusta á hugleiðslurnar. Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég geri svona hugleiðslur. Reyndar fyrsta sinn sem ég geri þetta á myndband til að setja á YouTube, en ég var með svona hugleiðslur í þróunarhópum sem ég var með hérna í den. Og það var bara komin tími á að skella í þetta aftur. Ok, kæru vinir, þá bara ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir og ljós og kærleikur til ykkar.